Komið í sæl, hlustundur góðir og við erum að fara í enn eitt túrin okkar og sem tekur svipaðan tíma og hefur gerst hér á þessu staðum. Svona markmiðið er 40 mínútur en við reynum svona ef við munum að halda okkur við þann tíma. Það er svo sem ekki tundraði hættunum þótt að klifti af þessu í sitt hvort áttina. Aðalatriðið er að það sem við erum að fá sé gott Guðs orð og ég held við getum nú státa að því hingað til hafi það nú verið nokkuð öflugt. Það er af einni ástæðu. Við þjónum öflugum Guði. Hann breytir sér ekki neitt og hann er í raun og veru notar alla sem hann vill. Ég veit að það er mikill misskilningur í gangi með það að menn er að benda á þennan og hinn sem eitthvað frábært eitthvað. En ég segi, hefði hann ekki Jesú í hjartastinu þá var hann ekki neitt. Þannig að við skulum nú ekki of mikið blína þangað því að mannadyrkun er eitt og dyrka sannan Guð annað. Ég hvet sjálfa mig og aðra með mig til þess að dyrka lifandi Guð. Síðan elskum við hvort annað sem er allt annað mál. Elskan er mikilvæg í Guðsríkinu vegna þess að hún heldur utan svo margt sem að okkur er kært. Og ég spyr hver á okkur vill ekki eiga gott samfélag? Hver á okkur vill ekki eiga góða vini? Og hann mun eignast þetta og fá þetta vegna þess að Drottinn sér að allt leiði til góðs. Og aftur komum við að ritningavessinu, leiti fyrst ríkis míns og réttlætis og þá munuður veitast þetta að auki. Þetta er að lifa með Guði, það er að hafa augun þar sem við eigum og ættum að vilja hafa þau. Við höfum þau á Jesú. Og þá deyjum við öllum þessu frábæru ræðumönnum. Margir eru ágætir ræðumenn. En ég segi, fólkið er það vegna þess að það þjónar lifandi Guði. Það er hann sem er að tjá sig, tala í gegnum einstaklinga. Og þannig vinnur hann. Og þetta er boðskapur sem hefur gengið út, alveg frá því að kirkjan fyrst var stofnuð á hvítasunnudag í loftstofunni á sínu tíma. Þá byrjaði þetta og þetta er enn í gangi. Pétur stíg fram á svalirnar og hann hélt ræðu og eftir ræðu hans frelsuðust 3000 manns. Það var ekki Pétur að þakka. Heldur var það honum að þakka sem að hafði tekið sér bólfestu í hjartans og hann heitir Jesús. Sama er að gerast hér og sama er að gerast í þessum kristna heim í dag þar sem Kristur fær að starfa eins og hann á að starfa og vill starfa. Og þá sjáum við Krist hér og þar í fólki. En við erum alltaf að hefja einhverja menn á loft, ídaðum og flott, en þeir sökkva allir. Af því þeir eru ekki Guðir. Þeir eru ekki Guð. Vilja vera Guð, svona innan geðsalappa, en eru það ekki. Og þetta sökkva þeir. Og hvað stendur eftir? Líklega gríðan mikil vonbrigði. Og það er nú einn ljóðurinn á ráð okkar kristnum manna, það er þessi móðgun, þetta svekkelsi. Við erum alveg út úr svekkt hvernig þetta og hitt fór. Já, það má kannski segja það, sumt hafi ekki farið vel. En af hverju að vera svekkt yfir því? Ekki ég neitt svekktur. Kannski vildi að sumt væri í öðrum farfi sem var allt annað mál. En svekktur er ég ekki. Að ég hef alltaf hort á Jesú.
Ég ætla að horfa af þessu og á Jesús. Ég hengi ekki hatt minn á neitt mann. Fyrir mér er engin ræðumaður að kristnu bergi brotin eitthvað svakalega frábærari öðrum ræðumönnum sem ég hef heyrt. Vegna þess að maður er ekkert að eltast við þetta, maður er ekkert að leita neitt að þessu. Ég get alveg sagt þér hvað ég er að leita að þegar ég heyri ræðu. Ég er bara að leita að fæðu sem að næri hjarta mitt. Og það getur komið af þínum munni sem kristinni manneskju, það getur komið af mínum munni. Þetta snýst ekkert um menn. Og þetta á ekkert að snúast neitt nema um Krist. Þess vegna látum við frá og með þessum degi af öllu tali þennan og hinn frábæra ræðumanni. Akkur er hann frábær ræðumaður? Af því hann er Jesúmaður. Við höfum að sjá þetta svona. Þá erum við líka komið með augun okkar á réttan punkt sem er alltaf þetta nafn Jesús. Það er hann sem að gerir menn að þessu þá frábæru ræðumönnu sem við erum að dossa að. En að því við erum ekki nema svona hálfgildings að velta honum fyrir okkur, þá setjum við þetta bara á mannin. Vá, vá, vá. Ekki smáraðist. Og við trúum öllu sem hann segir. Ég er ekkert að segja það, menn ég ekki gera það. Þarna komum við að öðrum þætti sem er hann að við þurfum að bera svolítið ábyrgð á trúni okkar sjálf. Og það er hægt. Við lesum orðið. Við stúturum orðið. Við eigum til orðið í hjartan okkar. Þá er ekki svo mikil hætt á því að frábæri ræðumaðurinn okkar, sem við dáum og dyrkum, hann afvegaleiði okkur. En hver margir ætli hafi afvegaleitt fólk af mælsku sinni? Þeir eru ábyggilega fleiri en við höldum. En við erum án ábyrgðar. En við erum berum ábyrgð á trúargöngu okkur sjálfur og við fræðum okkur. Við lesum Biblíuna. Við leifum heilugum anda að kveikja okkur skilningin upp úr Biblíunni. Og maður og kona sem gerir þetta, ég spyr við hvaða hrösun er henni hætt og honum? Engri. Og þetta getur bara verið ósköp venjulegur Jón og Sigga í bænum. Ekkert sérstök. Enginn kannski tekur svoleiðis eftir þeim. En þau eru með árveknina uppi og vita hvað þarf til þess að þetta sé allt saman á þeim vegi sem að kristnin á að vera. Ég er án afsökunar ef ég er að láta klúðrast eitthvað af verkum annara manna. En svona erum við menn. Við erum alltaf að leita sterka og stóra leiðtoganum. Og við erum að finnum einhvern og við mærum hann upp í fyrir öll eðlileg takmörk og hann stendur einhvað sem hann er ekki. Við erum bara menn. Við erum breyskir menn. Og svo þannig er það líka orðið segir það, öll hrösum við margvíslega. Við sjáum að við getum ekki tengt hatt okkur á þetta. Þess vegna eru þessi vonbrigði. Að við vorum aldrei að sjá þetta eins og við ættum að hafa séð það. Að við vorum ekki að vinna heimavinnun okkar. Við vorum ekki að gera þessi verk sem við þurfum til þess að eiga þessa heilbrigðu trú sem skýtur rótum, guðlugum rótum, djúpt ofan í jörðina. Við tölum oft þetta og það er gott að tala þetta, við eigum að tala þetta, en við þurfum að gera þessi verk. Það er alltaf að heiðra menn, en þú dyrkar ekki mann eða konu.
og setur hana á hana bara Guðs mynd. Það eigum við ekki að gera. Kristur dó ekki til þess að við byggjum okkur bara sjálf eitthvað Guð úr þessum og hinum einstaklingnum. En þetta hefur nú aldeilis oft verið gert. Og þetta hefur alltaf orðið til þess að kirkjan er ekki sérstaklega öflug. Það býr allur kraftur í kirkjunni, það er engin spurning. En fyrir mér að því ég er búin að draga upp einhvern einstakling sem minn Guð, svona strangt til tekið, þá verður kirkjan mín máttlaus. Hún getur ekki verið með öflug með þessum hætti. Leið og ég komi með sjón mínar og hjarta mitt til Krist, þá var allt komið í þann styrk sem það á að vera í Jesú nafni. Sjáðu ekki að við ráðum öllu hvernig þessi málum er háttað. Það er engin afsláttur gefin á þessu. Kristur númer 1 og allt hans afl býr í þér. Allt hans afl býr í þér. Og þú lifir í nægtum. Og að því að þú ert kristinn, þá fær orðið nægtir á sig aðra merkingu en heimurinn hefur á þessu orði, nægtir. Nægjusemi. Hvað er það? Þú spilar úr því sem þú hefur. Og þú ert ánægður og sáttur með það sem þú hefur og ert ekki að gera þér rellu út af einhverju sem þú hefur ekki. Þetta er nægjusemi. Og svo ertu náttúrulega líka búin að fóðra þér rétt á orði Guðs og þá koma þessu orðu upp í gegnum alla gönguna, hann mun vel fyrir sjá. Með öðrum orðum, þú munt hafa það, fá það sem þú þarft. Og ég get alveg staðfest það fyrir mig að ég fengi það sem ég þurft. Ég raun og veru skorti mig ekki neitt. Og ég get endurnýja meira þess að það sem ég þarf að nota til verkefnisins, til að mynda þessa verkefni sem Drottinn setti mig í og setti mig og vissan átti yfir. Ég man eftir því að þegar ég eignaðist mína fyrstu kvikmyndavél eða vídeóvél, það var að segja eftir að ég byrjaði aftur í þessu. Það datt niður hjá mér í eitthvað 20 ár og svo byrjaði ég aftur. Þá var ég komin inn í kirkjuna og ég fór að vinna út frá kirkjunni. Það sem ég er að gera hér er kirkjulegt verk. Að því ég er kristinn maður. Ég er heilsteyptur kristinn maður sem að vinn samkvæmt því sem Drottinn setti mig í og yfir. Ég átti aldrei von á því. Og þegar við vorum að byrja í þessu til að mynda þessum vídeódæmum okkar, þá var ég með gamla vél sem að vinur minn lánaði mér. Og ég vissi svo sem ekkert nema bara það að ég vildi gera þetta, ég vissi ég átti að gera þetta, en ég vildi líka eignast betri vél, því að þetta var bara svona heimilisvél og það eru nú ekki bestu vélarnar sem við eigum. En Drottinn sér fyrir öllu. Allt í einu er ég komin í þá aðstöðu, fjárhagslega aðstöðu, að ég get eignast vél sem var bara með flottari vélum sem að til eru þá. Það var ein sem hún var dýrari reyndar og menn sagði að hún var flottari, en ég held hún hafi nú reyndar ekkert verið neitt flottari, en hún var allavega dýrari. Eitthvað aðeins fleiri svona effektum í og svo framvegis. En þetta var toppurinn þá. Þessa vél átti ég lengi og ég reyndar á hann ekki lengur. Og ég man eftir því að það kom upp svo staða, því að ég veit að fjárhagurinn var eins og hann er. Maður er ekki með þetta, getur ekki keypt allt sem maður vill. Þegar maður vill. En svo fór að koma því að fara endurnýja þetta,
því að það var komið ný kynslóð af kvikmyndavélum og ég vildi náttúrulega vera þar, og svo margt sem vannst með því að vera þar. Gömlu vélarnar og vélarnar þar og undan, þetta voru spóluvélar og filmuvélar, þessar elstu. Og þessi sem ég var með, þessi flotta vél, hún þurfti kassettur, spólur. Og þær kostuðu peningar, þannig að það var töluverð útgjöld með hana. En maður lét sig hafa þetta, að því Drottinn skaffar það sem við þurfum. Ég hafði nú þá reglu á að ég keypti, það var hægt að taka yfir þessar spólur, en ég reyndi að gera það ekki. Að því ég vildi halda öllum gæðum eins góðum og mögulegt væri, og þannig að ég keypti alltaf spólu. En það kom auðvitað fyrir að ég tæki yfir, en það var svona ekki markmiðið. Þannig að maður var að setja þó nokkuð af peningum í þetta. En ég held ég hef nú aldrei tekið neinum matarpeningum þar. Að þetta Drottinn sér fyrir þessu. Hann sér að ég að vinna og við erum að vinna sem hann boðið, þá sér hann fyrir þessu að allt sé eins og það á að vera og hann vill að það sé. Við heiðrum Guð, við lofum Guð. Þannig að maður hefur aldrei verið á einu stalli hjá mér. Frá því kannski ég var barn, úlingur kannski og kannski ungur maður. En það réttlaðist allt af mér. Og núna horfi ég bara á Jesús. Þess vegna maður aldrei á neinni fallbraut hvað þetta varðar. Maður ekki með neitt mann eða konu á stalli. Það bara kemur ekki til greina. Með allir virðingu fyrir öllu fólki, það allt annað mál. Þetta svo trú sem Drottinn hefur greift í mitt hjarta. Ég lít bara þá í kringum mig sem bræður mín og systur. Og mér finnst það bara gott. Það nægir mér alveg. En þann sem ég heiðra, hann sem ég horfi til heitir Jesús. Og það gerist ýmislegt. Það hreinur sumt. En ég hrein ekki með. Af hverju? Að því horfa á Jesús. Og hvað sé ég? Sama styrk og afl hefur alltaf verið. Guðinn minn, hann heitir Jesús. Hann heitir ekki mannsnafni. En Guð sumra heitir mannsnafni. Hann fór og hrundi hellingur með honum. Við þekkjum þetta. Við vitum að þetta svona. En ég segi, það þurfti aldrei að vera svona. Já, það rétt, menn kom og fara. En Drottinn sér fyrir sínum. Þannig að þó menn fara og komi, það á það ekkert að þurfa að raska neitt kirkjulegu starfi. En gerir það, eins og vorum að tala að það svo margir sem með menn á guðlegum stalli. Breyska menn sem kom og fara, sem rasa og gera alls konar. Ég vill ekki vera þar. Og ég ekki þar. Ég horf á Jesú. Hann sá sem ég vill þjóna, tigna og tilbiðja. Engan mann. Menn þetta vinir mínir. Og ég heiðra þá svona eins og þarf og mér ber, en ekkert meira. Ég ekki eltast við frábæra ræðumannin. Mér raun alveg sama hann. En ég vil heyra orð Guðs í gegnum ræðuna. Þá kröfu get ég gert. Og þá kröfu ger ég. Og þá kröfu átt þú að gera líka. Vegna þess að þú vilt heiðra Drottinn og þú vilt að þeir sem að tala heiðri Drottinn sem þú tilbyður og tignar. Hann heitir Jesús. Þannig að frábæri ræðumaðurinn sem þú ert að eltast við, leið honum bara að deyja fyrir þér.
og settu sjónar þínar á Jesús. Því hann mun standa hvernig sem allt hrynur í kringu þig, sért á þeim stað að slíkt gerist. Og það getur allt gerst í mannheimum og það vitum við. Við erum ekki að segja neina nýja fréttir. En það þarf ekki að hafa neina áhrif á okkur umfram það svona bara óþægindi sem þetta getur ollið. Ekkert meira. Þú ert ekki svo útursvegt manneskja að þú bara ferð að hata allt kristið fólk. Af hverju fórst að hata allt kristið fólk? Því þú varst aldrei með rétta sýn á hennu raunverulega uppristna Jesú. Kannski segir hann þig, ég þekkti þið aldrei. Nei, vinir, það sem við gerum, við þurfum að vita hvar við stöndum. Þannig með allt lífið, við þurfum alltaf að vita hvar í lífinu við stöndum. Ég held að það sé svolítið misbrestur á því að við séum með þau mál alltaf á hreinu. En við getum vitað það. Áttu komið við að reikningastaðnum að leiti fyrst ríkis míns og réttlætis og þá mun yður veitast þetta auki. Sem sagt, þessi reikningastaður merkir það að Drottinn tekur ekkert frá þér. En hann segir, gerðu þetta rétt. Þá mun allt þetta veitast þér líka. Þannig að Drottinn ekkert í því að taka þetta og hitt frá okkur. Það hefur ekki verið mín reynsla lifandi Guði. Ég veit eins og að menn eru með alls konar kvaðir og bindingar á hvorn annan. Þeir segja þetta hendi ekki kristnum manni þessi hegðun og önnur hegðun. En hvað vita þeir um það? Auðvitað erum við ekki að synga. Við vitum að Drottinn sagði við ákveðna manneskju, synga ekki framar. Þannig að þú getur alveg hegða lífið þínu á þess að synga. Það er val að synga. Og núna komum við aftur að mikilvægi þess að vera vel að sér í orðinu. Drottinn talar synd, réttlæti og dóm. Hans réttlæti að við horfum alltaf á Jesús. Hann talar ekkert að ég að setja mann í guðatölu. Ég held að hann sé ekki að líta á það sem sama réttlæti og að trúa á Jesús með beinum hætti. En hver margir hafa ekki gert þetta í gegnum tíðina? Og hvað er þetta blessaða fólk sem með þessum hætti breytti? Ég segðu með það. Veistu það nokkuð? En þú ættir að vita þann sem að setja alltaf augu sín á Krist. Og hvað er hann og hún? Ennþá í kirkjunni. Það sem að við eigum að vera og tilheyra sem að þjónum Jesú og elskum Jesú. Já, elskum Jesú. Hann setti niður kirkjuna. Hann setti niður staðinn sem við komum saman á. Og þar komum við ótil neitt. Vegna þess að þetta er okkar andlega heimili. Það er ekkert heimili það sem er bara einhver einn. Heimili samanstendur af mörgum og fáum mönnum og konum. Það er heimili. Þú sem að þekkir stóra fjölskyldu, veist hvað er að vera inn á heimili með mörgum, nákomnum ættingum þér á allar hendur. Líka er það vel eða illa. Ég veit ekkert um það. En þetta var hlutskipti þitt. En þetta er heimili. Kirkjan, söfnuðurinn er þitt andlega heimili. Og sumir söfnuður eru fjölmennir, aðrir eru fámennir. En sumir kannski bara nokkrir einstaklingar. En andlegt heimili samt.
og séu mennirnir og konurnar þar rétt stemmdar með augun á Jesús, þá ertu að koma inn í gott samfélag. Traust samfélag með öllu í sem að þar á að vera. Það ekkert mangrinnar álit. Sá sem leiðir ekkert endilega á einhverjum stalli fólksins. En því miður hefur það allt of oft gerst að fólkið hefur sett sinn leiðtoga á stall. Slíkt dæmi er dæmt til að falla, ekki til að standa. Og það er alveg hægt að rökstyðja það þeim orðum að Drottinn lætur engan ræna heiðurinnum af sér. Hann sér til þess að þetta breytist. Og hann sér líka til þess að hann sem að reisur frá dauðum, að fólk blíni á hann. Það er að gera þetta rétt. Það er að leita fyrst ríkis hans og réttlætis. Svo segir hann, þá munuður veitast þetta auki. Eins og vorum að tala hann tekur ekkert af þér. Hann vill bara að þú gerir þetta eins og hann setti niður, og ég segi, vegna þess að hann einn er að gera það sem er rétt. Það er nú bara þannig. Og þetta, minn kæri vinur og vinkona, lærir þú á þegar þú fyrir að ganga lengur og lengra með Drottni. Þá sérðu að svona er þetta og verður ekkert með neinum öðrum hætti. Og eftir stendur spurningin, er ég sáttur við þetta fyrirkomulag? Ég er alveg sáttur við það og ég vil að þetta sé svona. En ég get bara svarað fyrir mig. Ég get ekki svarað fyrir þig. Vegna þess að þú getur verið með allt aðra skoðun á þessu en ég. Og þannig er nú með okkar menn að skoðanir okkar, það vega oft þyngst og kannski alltaf í öllu svona málu. En skoðun mín og skoðun þín, hún er ekkert endilega hinn heila í eini sanni sannleikur. Og þegar við komumst til trúar, að þá í raun og veru þá viljum við stíga yfir þetta. Skoðun. Horfðu út í heiminn. Hann er fullur af skoðunum einstaklinga. Og sjáðu ástandið. Kaos. Glundroði. Ræðst ekki við neitt. Endalausar bætingar. Og stagi gött. Það er heimurinn. Og allar þessar skoðanir komu þessu á. Sjáum við ekki að þetta gengur ekki? Sjáum við ekki að við þurfum eitthvað annað en þetta? Ég veit hvað það er. Það heitir orð Guðs. Þess vegna vil ég stíga yfir allar þessar skoðanir og mínar skoðanir líka og ég tek fram skoðun Guðs. Og hver er kjarnin í því máli? Leiti fyrst ríkis míns og réttlætis og þá munuður veitast þetta auki. Ég er að bæta líf mitt með því að gera þetta og ég viðurkenni það. En ég þarf ekki að sleppa svo mörgu. Ég þarf ekki að sleppa neinu. Og það sem ég sé í þessu máli er að Drottinn tekur það burt sjálfur sem að hann veit að muni trufla mig á trúargöngunni. Og hvað tók hann? Hann var náttúrulega búinn að losa mig við áfengið. Það er nú laglega að trufla mig á trúargöngunni ef ég nú verið að brölta með það á meðan ég væri í þessu. Það var fleira eitthvað eitt eða tvö í viðbót sem hann tók. Ég man bara ekki hvað það var. Já, hann tók allar skáldsögurnar burt frá mér og þetta lesefni sem ég áður var sólginn í og elskaði að lesa. Vegna þess að í raun og veru að þá var ég að sjá að það var eiginlega ekkert svo mikið gagn í því að vera að lesa þetta.
Þetta byggði ekki allt á einhverjum tærum sannleika. Og aftur komum við af upplifun manna og það sem þeir sáu og mátu út frá því sem þeir sáu. Og niðurstaðan var bara þessi. Og maður sá, hei, þetta er ekki rétt. Og svo var þetta nú ekki til þess að bæta hafnfirska toppstykkið, að þegar maður fór að lesa meira, þá stanguðust allar þessar fullyrðingar svo mikið á að ég uppgöti, hei, þetta er bara ekki takt að fara þessa leið, því þú veist ekkert hvað af þessi er rétt. Þannig að Drottinn tók þetta allt frá mér og allar bækurnar mína fóru í kassa og allar bækurnar mína voru gefnar. Ég hendi þeim nú ekki, en ég gaf þar allar. Ég á ekki eina eftir af þeim. Þetta stendur orð Guðs og tíma átti ég svo lítið af bókum sem hefði verið skrifað svona af kristnum mönnum og það var alltaf leið með það, en ég er ekkert með þær lengur. Ég les bara Biblíuna mína. Hann hefur leyft mér að fræðast upp úr henni og gefa mér allt sem ég veit þessi mál í dag. Sama vill hann gera fyrir þig. Að við erum að horfa til hans. Við erum þar sem hann er. Við erum ekki með neitt mann á einhverju stað sem hann á ekki að vera á. Hvað segir ekki orð Guðs? Þeir eru bræður og systur. Ekki? Já, bræður og systur, hvernig er hann að tala? Allt þetta kristna fólk. Hann hefur ekki dregið einn eða eina fram og sett, hei, þessi á að vera í minn stað á jörðinni. Er það? Þá er ég að misskilja eitthvað ef það er með þeim hætti. En þetta er ekki það sem Guð er að segja. Þetta er það sem maður vill skilja eftir hjá okkur. Horfiði til Jesú. Af öllu þessu kraðæki á Jesús. Þegar hann einn er verður og við viðurkennum þetta. Allavega í góðaskapin okkar. Þá viðurkennum við þetta. En samt hrundu við með manneskju sem hrundi sjálf. Svo mörg. Enginn af okkur þurfti að hafa hrunið þá. Og allir þeir sem voru með sýnina og gerðu þetta rétt, gerðu það heldur ekki. Þeir standa enn í eldi. Vertu þar. En þú gerir það ekki ef þú ert enn að mæra manneskju, engin smá ræðumanneskja, það er ekki rétta nálgunin. Þetta er maðurinn sem er að heillast af annari manneskju. Já, við þurfum að stíga yfir þetta. Stíga yfir til Jesús. Það er alltaf sami boðskapurinn sem við erum að flytja. Jesús. Og ég get alveg fullyrt það að Jesús er nóg fyrir alla. Hafur Jesús þarft ekki meira. Og meira, þú trú, og hann segir við trúna í þér, ég mun vel fyrir sjá. Og horfðu upp yfir gremjuna og töðið. Og hvað sérðu? Þú sérðu, jú, ég hef nóg, ég hef allt. En vildi ég kannski að þetta væri einhvern veginn allt öðru? Það getur vel verið. Akkur er það? Að við verum að toga upp hégóman í okkur sjálfum. Við skiljum það núna betur hvers vegna Drottinn er að segja við okkur sýnt og heila, deyið sjálfum ykkur. Akkurju? Deyja hverju? Öllum þessum skoðunum, öllum þessum hugmyndum, öllu þessu og öllu hinu. Þess vegna er hann með þessu orð til að aðgreina þetta allt saman það sem hann er með. Leiti fyrst ríkis míns og réttlætis. Þá munuðu veitast þetta auki.
Já, þetta auki getur verið það sem okkur langar prívat og persónulega í. En líka það breytist hvað það er sem okkur langar í prívat. Við getum hangið í hégúmanum. En ég hygg að maður sem tekur trú sína alvarlega hangi ekki svo mikið þar. En hún kannski langar í eitt og annað. Og Drottinn segir að það sé í lagi. En leitaðu fyrst ríkis míns og réttlætis. Hvað erum við að sjá þarna? Hann númer 1, Jesús númer 1 og við tölum með þeim hætti. Og sá og svo sem gerir þetta er lukkunnar pamfíll. Ég fer aldrei ofan að því. Að viðkomandi er lukkunnar pamfíll með því að breyta með þessum hætti vegna þess að þetta er orð Guðs fyrir þessu. Og svo kemur þessi leiðinda spurning. Hvað vill ég? Vill ég fylgja ógeðslega málglaða ræðumanninum? Eða vill ég bara vera það sem Jesús minn er? Vistu það, ég nenni ekki lengur, það langt síðan ég hætti því að vera eltast við menn. Sé eitthvað, leiðinlegt, þá er það. Því þú veist ekkert hvað þú hefur þetta fólk. Oft á tíðum. Öndu ertu Jesús, þú veist alltaf nákvæmlega hvernig þú hittir á hann. Það er mín reynsla. Og ég bakka ekkert með það að þetta er mín reynsla og hún er bara góð. Þannig að ég er ekki að fara neitt. Ég ætla að halda áfram að þjóna og lofa og tigna Guð. Vonandi með því fólki sem ég tigna og lofa hann með í dag. En Guð ræður öllu það mál. Ég ger enga kröfur þannig séð. Eina sem ég gerir kröfur er að fá að lofa Drottinn augliti til auglitis eins og hefur verið raun og veru alla mína trúar göngu. Þannig hefur þetta samfélag okkar verið. Það hefur verið augliti til auglitis. Ég veit að Drottinn staðfestir þetta. Við eigum kannski að spyrja hann oftar bara beint. Hei, Konráð, þessi skrýtni að nú harfnæri. Er þetta svona í honum? Hann myndi alveg örugglega jánkaði. Konni, alveg pottjétur gæi. En núna krumpa svoleiðis á þér handlitið að bara þú vart óþekkjanlegur. Ég veit að þú elskar mig út á lífinu. En þetta er auka atriði. Það sem eftir stendur er Jesús. Jesús, Jesús. Þú segir, hei, ég þekki engan stærri Jesús. Maður sem ég var með á stalli. Hann er löngu farinn maður. Ekki svo að skilja að þú sjáir eitthvað eftir því að hafa sett hann á stall. Þú segir bara, ég er náttúrulega bara manneskja og ég vissi ekki betur á þeim dögun en þetta. En nú hef ég lært, segiru. Nú er það Jesús. 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 Hann einn verður, segir í dag. Þú er náttúrulega með innan og fullt af fólki. Og þú segir, ég elska þetta fólk. Ég kærleika lifandi Guðs. Þú sér að með þessari afstöðinni ertu komin á allt annan stað í þessu trúargöngumáli þínu. Þú stígin yfir margt. Þú stígin yfir alla þessa vitleysu. Og þú stígin yfir alla þessa vitleysu og hvað blasir þá við? Jesús. Í dýrð sinni. Augliti hans. Þetta er það sem að trúin vill að sé. Og þá er það engin spurning að þú leitar ríkis Guðs fyrst
En að því að þú ert að fræða þig í trúnni, þá veistu að þú mátt leyfa þér ýmislegt og jafnvel að biðja ýmislegt fyrir þig sjálfan. Og Drottinn mun veita þér það. En hann sér að þú ert að leita hans fyrst. Þannig að trúin er alltaf að vaxa. Þetta eru skilaboðin til mín og þín. Og þetta eru skilaboðin sem alltaf hafa gengið út. Er það ekki annars rétt? Ég tel svo vera, jú. En hérna, ef ég ekki að segja þetta bara gott í dag, og Konráð Rúnar Friðþjófsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.